Nú ætlum við aðeins að skoða talnakerfi með grunntöluna 2. Talnakerfið sem við notum dagsdaglega hefur grunntöluna 10. Það er mjög einfalt kerfi í raun því að ef við tökum töluna 3861 þá er 1 hérna sinnum 10 núllta, 6 sinnum 10 fyrsta, 8 sinnum 10 öðru og 3 sinnum 10 í þriðja. Þetta er núllta, fyrsta, annað og þriðja veldi. Svo þurfum við 0 í fyrsta er bara 1, þannig 1 sinnum 1 eru 1, 10 í fyrsta eru 6, 6 sinnum 10 eru 60, 10 öðru eru 100, 8 sinnum 100 eru 800 og 10 í þriðja er 1000, þannig við fáum 3000 hérna. Svo legg ég þetta saman 3861. Í raun virkar talnakerfið með grunntöluna 2 nákvæmlega eins, nema ég er ekki með 10 ef ég skoða hérna, ég er með 2 í núllta veldi, 2 í fyrsta veldi, 2 í öðru veldi, 2 í ekki fjórða veldi, þriðja veldi, 2 í fjórða veldi og 2 í fimmta veldi. Þið sjáu náttúrulega hvernig þetta heldur áfram með 10. Og það er eins hér, þetta heldur endalaust áfram. 2 í núllta veldi eru 1, 2 í fyrsta veldi eru 2, 2 í öðru veldi eru 4, 8, 16 og 32. Þið sjáu hvað þetta breytist hratt. Þannig ef ég ætla að skoða sömu tölu, 3800, nei, ég má það ekki. Af því að í talnakerfi með grunntöluna 2, þá er ég bara með tölustafana 0 og 1. Þannig að til þess að búa til eitthvað svipaða tölu þá þarf ég miklu stærri tölu. Við skulum til dæmis skoða þessa tölu hér. Hún er 1 sinni 2 í núllta veldi sem er 1, 1 sinni 2 í fyrsta veldi sem er 2, svo þarf ég að plústa saman, 4, 8, 16, því að 2 í fimmta veldi 32. Svo legg ég þetta allt saman. 32 pluss 16 eru 48 pluss 56, 60, þetta eru 63. Þið sjá, þó ég sé með tölu sem er með fleiri tölustafi heldur en hér, þá hefur þessi tala í talnakerfinu okkar, þið sjá það ég er að yfirfæra hér úr 10. talnakerfinu, sem er þetta hérna, yfir í talnakerfið með töluna 10, því að það er tölur sem við skiljum ekki betur. En þið sjáu að ég fæ mjög lága tölu þó þetta séu margir tölustafir. En það notar engin talnakerfi með grunntöluna 2 nema tölvur. Þær skilja þetta, því að það er í raun bara 2 merki, er eða er ekki. Og svo mynda þær bita sem eru með 8, svona hérna erum við með 6. Sem sagt, hver gagna eining er með svona 8 tölustöfum, annarkvort 0 eða 1 og þannig virka öll tölvugögn. Svo virðist ótrúlega einfalt en það er þetta að gera alveg ótrúlega flókna hluti með þessu.